Góðan dag og verið velkomin á Hrafnaþing. Þetta 5. Hrafnaþingið okkar núna í haust og í salnum í Urriðaholtinu Ingibjörg Smáradóttir. Mér langaði að biðja áhugasama að senda spurningar og athugasemdir í dálkinn Q&A hérna í Teams-forritinu. Þá hægt að fara yfir það í lok erindis. En María Harðardóttir stýrir umræðu í sal, þannig að ég ætla að senda boltann yfir. Takk. Já, takk fyrir Eyrún. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin á Hrafnaþing, bæði þeir sem eru hér í sal í Urriðaholti og þeir sem fylgist með á netinu. Og Eyrún sagði, þá það Ingibjörg Smáradóttir, skjalavörður hér hjá Náttúrufræðistofnun sem flytur erindi á Hrafnaþing í dag. Hún ætlar ekki að fræða okkur skjalamál. Áhugasvæði hennar víðar en það og hún hefur nokkra ára skeið stúderað gæði myrkurs gagnvart ljósmennsku og erindi hennar heitir einmitt myrkurgæði, hvað nú það? Og hún mun fræða okkur það, leiða okkur í sannleikann það í fyrirlestrinum í dag. Meðan hún talar þá ég með gestabók sem ég skrifa í og endurtek það sem Eyrún sagði, þeir sem eru á netinu setja endilega spurningar bara jafnóðum inn í formið. Þá tökum þær upp í lok erindis. En allt yfir því, Ingibjörg. Já, bara takk fyrir að gefa mér að fjalla þetta áhugamál mitt. Það myrkurgæði. Ég ætla að byrja á því að kynna mig aðeins. Ég og ferðamálafræði við Háskólann á Hólum þar sem ég fjallaði svolítið myrkurgæði og vegna þess að ég rannsakaði norðurljósaferðir upplifun og væntingar ferðafólks. Síðan í Háskóla Íslands þá fór ég í opinbera stjórnsýslu og þar fjallaði tengslanet. Tengslanetin náttúrulega mjög mikilvæg í svona félagsstarfi og þar sem svona kannski alheimsvísu, þá tengslanet mikilvægur þáttur. Getur þú tala herðar? Núna ég í upplýsingafræði, en það ég skjalastjóri hérna við Náttúrufræðistofnun og það sérst. En ég ætla að fjalla hérna skilgreiningar á myrkurgæðum og hvað ljósmengun og ljósvist. Einnig fer ég yfir sögu og þróun, svona hvað hefur verið að gerast í þessum myrkurgæðum, fer aðeins yfir rannsóknir og áhrif ljósmengunar og hvað við getum gert. Myrkurgæði vísa til þess hversu lítið ljós til staðar í ákveðnu svæði sem gerir það auðvitað að sjá stjörnurnar á næturhimninum. Og þetta nokkað til í samhengi við ljósmengun því að myrkurgæði og ljósmengun eru svona andstæðir pólar. Það þegar óþarfa eða óviðeigandi ljós truflar þetta náttúrulega myrkur. En góð myrkurgæði mikilvæg fyrir ýmsa aðila eins og stjörnufræðingar, náttúruunnendur og ferðafólk sem langar til að skoða stjörnuhimininn og þar kynntist ég svolítið þegar ég verið að gera rannsóknina norðurljósin og þar hvað það var mikilvægt fyrir ferðamenn sem komu sérstaklega til Íslands til að kynnast norðurljósum og norðurljósaferðum. Þá fékk maður líka innsýn inn í hvernig leiðsögumenn hafa þurft að vera alltaf tilbúin með upplýsingar og fleira og það var mjög dýrmætt innsýn inn í þegar ég fór að rannsaka það nánar. En þetta í tengslum við ljósmengun. En helstu þættir myrkurgæða eru náttúrulegt myrkur og það hægt að mæla og áhrif ljós og áhrif á náttúruna. Það dýralíf, plöntur og vistkerfi. Einnig hefur þetta áhrif á heilsu manna, svefns og vellíðan, bara almenna vellíðan. Og síðan ekki síst stjörnufræðin sem þetta hefur bara mikil áhrif á bara sýn út í himinginn. En það sem ég leitaði helst í, það var skýrsla sem umhverfis- og auðlindaráðuneytið gaf út árið 2013. Þar ógrynni upplýsingar. Og þar einmitt farið yfir hvað hið opinbera þyrfti helst að gera og þeir sem gætu haft áhrif á
framgang og betri myrkurgæði. Það semst ef að ríkið, sveitarfélög, félagasamtök, fyrirtæki og jafnvel einstaklingar setja sér ákveðin svona markmið að taka þátt í að gera betri myrkurgæði. En í skýrslunni þá fjallað áhrif á farfugla, skordýr, gróður, fiska og næturfugl. Og þetta við þekkjum vel úr frá Vestmannaeyjum. Þegar pysjur sækja í ljósin og krakkarnir að hlaupa út á götur og hjálpa þeim út í sjóinn. Þetta hefur einnig áhrif á varptíma og birtustig og þarna skýjafljúfar að dimma eða slökkva ljósin svo að fuglar sé ekki að fljúga á það. Þetta í þeirri hæð sem að getur haft áhrif á flugleiðir þeirra. Einnig eru skordýr, þau dragast að ljósinu. Þau hætta að fljúga og fæðukeðjan raskast því að það dýrin sem að borða þau eru bara finna þau. Gróður, þetta hefur áhrif á gróður og það kannskemmdir eða það hefur áhrif á bara ljóstillífun almenna og svo einnig hefur þetta áhrif á hafið. Það bara hvernig ljósið það stýrir sem tímasetningu kynþroska og hrygningar. Fiskeldi, getum séð hvernig það oft uppljómaðar fiskikvíar. Næturhvíld, dimma, við getum séð fyrir okkur bara hvað bíljós og þéttbýlislýsing hefur áhrif þegar við erum að keyra bara Ísland. Við sjáum bara langt til fjalla þegar ljósin lýsa upp í skýin og það verður allt bara bjart eins og á bara björtum degi. Og við blindumst. Og þetta veldur bara á því streitu og hefur áhrif á okkur. Og þarna svona klukka, þetta sem sýnir aðeins tímasetningu ljóss og dags og nætur. En myrkurgæði í Íslandi, hér sem sagt í skýrslunni fjallað og hér myrkur hérna á Íslandi. Hér upp til, efst til hægri Hong Kong. Sem sést reyndar ekki í þessu mynd, en hér sem sagt eftir hvernig þetta ljós hefur verið tengsl ljósmyndunar og íbúafjölda. Þannig að síðan ályktaði Evrópuráðsþingið hljóð- og ljósmyndun og eftir þá fer ég aðeins yfir skýrslu sem hafa gefið út 22. En bestu gæðin eru í fyrsta flokki þar sem að þú getur skoðað norðurljósin. Og ljósmengun hins vegar óþarfa óviðeigandi ljós sem truflar náttúrulega myrkur. Og þetta hefur ákveðnar neikvæðar afleiðingar bæði fyrir umhverfi og heilsu manna og dýra. Og nokkur atriði sem hefa áhrif það semst að þú sér minna skýin, þessast í gegnum skýin og mengunina, ljósmengunina, stjörnur. Og þetta hefur líka áhrif á dýralíf og heilsu fólks og þarna líka komið inn á orkunotkun. Þarna þessi mynd sem á að gerði í þessari 30 áskorunum. Þarna eru sett inn ljós fyrir alla sem að þéttbýlisstaði og sumarbústaði og fleiri. Þetta bara mjög falleg mynd, þetta byggt á grunni frá NASA. En bætt við svona sumarbústaðabyggðir. Þetta svona sýnir svona hlutleysu og fína lýsingu. En ráðuneytið skilgreindi hvað ljósmengun væri og þetta náttúrulega aðallega áhrif frá gerviljósum eða bara manngerðum ljósum og þetta óhófleg birta og fer á staði sem hún á kannski ekki að fara á. Og þetta hefur bæði áhrif á nóttu og degi og hefur áhrif á umhverfið, dýri, plöntur og vistkerfi, heilsu fólks, veldur svefntruflunum og heilsufarsvandamáli. Og ekki síst stjörnufræðingar sem hafa áhuga að skoða himninginn. En eins og myndin sýnir, sem í skýrslu umhverfisráðuneytisins, að það nytsamlegt ljós. Það kúpull með hjálmi sem lýsir á ákveðinn stað. Það þarf líka að velta fyrir sér undirlaginu, endurkast frá undirlaginu. Og óþarft ljós þá sem bakvið sem hann á ekki að fara, og fellur á byggði kring og lýsir jafnvel upp í himni, sem svona glýja. Þannig að þetta eitthvað sem
ríkisveitarfélög og stofnanir þurfa að velta fyrir sér við að lýsa húsin að utan. En eins og ég segi, þá hefur þetta áhrif á vistkerfi og dýralíf og sérstaklega þá næturdýr. Sæskjaldbökur og það fuglar, fiðrildi og síðan þess að gróður hefur áhrif á vöxt og blómgun plantna og það tekið hérna dæmi tré sem stendur undir ljósastöð, það verður frekar kali heldur önnur tré. Og síðan það ljósmengun frá gróðurhúsum á Íslandi sem getur spillt myrkurgæðum talsvert og maður sér það þegar maður keyrir velmyrkur svæði og þetta var til dæmis í ferðinni sem ég fór í rannsókninni minni, þá bara allt í einu keyrði maður inn í dimman dal og allt í einu bara birtist bara eins og það væri bara að rísa upp sól og þá var þetta gróðurhús sem var þarna bak við hæð. Við sáum ekki einu sinni gróðurhúsin en birtubjarminn var svo mikill að þetta hafi verulega áhrif á upplifun þeirra sem voru í norðurljósferðinni. En næturhiminninn, ljósmengun rýrir sýnileika stjarna og annað fyrirbæri á næturhimninum. Þetta hefur áhrif á stjörnuskoðun, bæði fyrir stjörnufræðinga og líka áhugamenn. Þetta mjög vert að athuga. Síðan hefur þetta líka áhrif á heilsu manna, svefn og lífsklukka, því að þarna framleiðist á melatónín sem svona þetta hvíld til þess að við getum hvílst almennilega. Því að allir þurfa hvíld. Því að þetta getur leitt til svefntruflana og þreytu og aukinna hættu ýmsum heilsufarslega vandamálum, hormóna og fleira. Það talið víst að þetta getur stuðlað að ákveðnum geðkrabbameini og streitu og óþægindi þegar maður svefnlítill. Þannig að þetta hefur virkilega svona mikil áhrif. En hvað ljósmengun? Og þetta manngerð lýsing sem hefur áhrif á allan feril lífsins. Og hér til dæmis óþarfljós, ágengt ljós. Og þetta gler, þetta skyglow sem eiginlega himilljóm eða skýjaskinn og light trespass sem ágengt ljós, það sem á ekki að falla og síðan það plötter sem óreiðukennd eða óþarfbirta þar sem margar aðilar að lýsa á sama stað. En síðan það ljósvist. Það hugtak sem að verða mjög algengt og þetta tengir saman arkitektúr, verkfræði og líffræði og hvernig lýsing hefur áhrif á umhverfi og lífverur og helstu þættir eru að arkitektúr kemur með fagurvara hönnun og verkfræði, það betri lýsingarlausnir og betri tækni sem að verða eiginlega á hverjum einasta degi fyrst manni að það kom eitthvað nýtt en líffræðin þessi líkamslegu gátar. Að þetta hefur áhrif á einbeitingu og afköst, viðmótsvefn, vellíðan, náttúrulega manngerð hefur áhrif á þetta saman og þarna svona dæmi upplýstan íþróttavöll þar sem lýsingin stillt í hóf og hún bara nýtt á ákveðin svæði. Og ég sjáum gulu ljósin sem liggja þarna meðfram íþróttavanginum og líka mjög hófleg birtulýsing sem þarna undir í sjálfu húsinu. En ljósvist, hún tekur tímis að þátta, dagsljós og raflýsing lita hitastigi sem getur bæði verið kalt og heitt og lita endurgjöf, flöktistyrk, jafnleika, geislun, ljóma, glýju, ljósmengun og orku. Þetta svona hugtök sem fylgja þessari ljósvist. Og þarna það spurningin ljósmagnið, ljósvitið, dreifingu ljósins, hönnun og stýring, flöktun, vegna þess að við höfum einhvern tímann orðið var við það þegar það eitthvað minnka orkan í ljósinu þegar það byrja að flökta hvað það hefur mikil áhrif. Það verður fyrir miklum áhrifum á þessu. Þetta bara mjög mikil og svo glýja áreitið og lýsingu sem sjónskilur. En ljósvist, þetta eitthvað sem að íslensk stjórnvöld hafa verið aðeins að velta fyrir sér. Og þau hafa verið að skoða að gera breytingar á byggingarreglugerð. Núna síðast var tilkynnt 9.10. Innviðaráð tilkynnti sína áætlanir að setja ljósvist inn í byggingarreglugerð. Og þetta einnig líffræðileg áhrif að rétta lýsingaraðferðum þannig líður mikið betur
og þetta bætir heilsu og vellíðan. Og síðan það áhrif ljósveistu dægursveiflur og heilsu. Það eins og við komum inn á áðan. En þarna voru gerð tímalína og þetta eru endurskoðun eða verið að breyta eða bæta við lög númer 112/2012 til að bæta við nýjum kafla ljósveistu útsýni. Og það helstu farið hérna yfir helstu þætti. En myrkurgæði eða ljósmengun, hérna fór ég á fyrirlestur niður í HÍ á Þjóðspeglinum núna í október. Þar var hún Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur hjá Þjóðminjasafni Íslands og hún var að fjalla mikil myrkrinu vart átta una. Og þetta þarna var nú að fjalla áhrif ljós og myrkurs í heimilum bændasæðfélagið á 1927. Ísland náttúrulega við norðurpólinn, þar sem að við búum við svolítið öfgar, við erum með mjög dimmt veikihluta vetrar og þá mjög bjart yfir sumarið. Þannig að hnattræn staðsetning fyrir Ísland mjög svona óþægileg og ætla að reyna að stýra þessu. Ímynd myrkurs svona frekar neikvæð í torfbæinum í gamla daga, þá var þetta eiginlega bara eitt af því sem að maður það var mjög óþægilegt að ganga og óupplýsta form að reka sig upp í og síðan var iðnbyltingin og sem leiddi til þess að ljósarafan var allt Ísland. Og ég man alveg þegar ég talaði við tengdamóður mína, spurði hvað henni fundist vera mesta bylting sem hún hefði upplifað. Hún var fædd 1930, hún hefði upplifað seinni heimsstyrjöldina. En þá sagði hún að ljós og rafmæðingin, að fá ljós og að fá rafmagnið, það hefði verið mesta byltingi sem hún hefði upplifað. Þannig að það mjög skiljanlegt að þú ert búin að bæði byrði þetta myrkur yfir allan veturinn og þú ert líka í dimmum húsum að þú bara verð þakklátt fyrir ljósi. Hér ég að fara og kynna fyrir ykkur International Dark Sky Association. Þau eru að reika ákveðna svona vottanir ljós eða myrkurgæði. Þau kjósa að kalla þetta frekar myrkurgæði heldur ljósmengun. Ljósmengun felur í sér sem að frekar neikvæð ímynd en myrkurgæði eitthvað sem að þú ert að sækjast eftir. Og þau skipta þessu niður í þarna 6 hluta sem að eru garðar, helgidómar, verndarsvæði, almenningsgarðar, þéttbýli, samfélag og gististaði. Og þarna skiptir miklu máli hvernig þú ert að nota lýsingu þegar þú ert að setja upp til dæmis í görðum, hvort þú ert að nota kalda eða hlýja lýsingu og hvort þú vottuð. Þannig að þetta margt af því sem að bara á almanna ritvarði og sagt að það eiginlega orðin bara mikil þróun í LED-lýsingu þar sem þú ert ekki að nota orku og Ísland hefur verið svolítið í duglegt við að innleiða það. En hér heimskortið og hér sést fjöldi staða sem að þeir hafa veitt vottun allan heim sem myrkursvæði á heimsvísu. Hér eru flokkar myrkurstaða sem að við sé styrk og þetta skipt í nokkra flokka. Og þetta eru 6 flokkar sem eru þarna komnir inn á heimskortið. Það eru stjörnuskoðunarstaðir og þá þurfa þeir að uppfylla ákveðin skilyrði. Þeir geta kallað sig stjörnuskoðunarstaðir. Síðan það myrkurgæðagarðar sem oftast eru þjóðgarðar og friðlýst svæði. Síðan eru myrkurgæðaminjasvæði sem eru svona págæð, eru ákveðin arfleifð sem við megum ekki tapa. Þá næst eru það hvað þú getur nálgast fræðslu og upplýsingamiðlum. Síðan eru einnig myrkurgæðaverndarsvæði og myrkurgæðasamfélag sem eru tengslanir við aðila sem hafa áhuga á því að viðhalda myrkurgæðum. Og hér eru svona fréttabréf og fræðsluefni sem að þessi samtök bjóða upp á. Og þarna komið inn á öryggismál, hvort að öryggi og birta séu það sama. Eða það eitthvað svona sem að þú getur, það meira öryggi ef þú lýsir upp þinn húsasund eða skiptir það ekki máli.
Og það var alltaf leitast við, og ekkert síst hér á Íslandi, að lýsa upp dimmastaði til þess að koma í veg fyrir að það yrði svæði þar sem að væri ekkert upplýstir og til að reyna að koma í veg fyrir glæpi. En rannsóknir sýna að ljós og birta, það hefur ekki áhrif á þessa hegðun. Þannig að síðan það með heilsuna, þarna mjög mikilvægt að hafa í huga það sem við vorum að tala áðan, að þetta hefur áhrif á augun. Það tekur í norðurljósaferðinum, það tekur upp það bil 20 til 45 mínútur fyrir augun að jafna sig eftir að horfa í ljós og fara síðan að horfa í algjört myrkur. Til þess að sjá norðurljósin og stjörnurnar þá skiptist í svona 3 stig. Þú ferð að sjá eftir svona 8 til 9 mínútur. Það ferð að sjá nokkuð greinilega. Eftir 20 til 45 mínútur þá ertu farin að sjá eiginlega mjög mikið ef þú hefur skýra sýn vegna ljósmengunar, og síðan eftir klukkutíma 20 mínútur þá ertu komin með góða sýn til að sjá bara mjög góða stjörnur. Og þau eru með svona fræðslu, þannig að þau eru með mælingamenn út allan heim sem að geta koma bara á hvern stað, mæla, segja hversu mikið ljósmagnið og þeir safna þessu í gagnagrunna og gera rannsóknir. Síðan það með áhrif myrkurgæða eða ljósmengunar á dýralíf, og þarna komið inn á farfugla og sjávarskjaldbökur og fiðrildi meðal annars. Það gerðar heilmiklar rannsóknir og þetta líka hjá IDA. Og þá þeir að mæla, ekki mæla, heldur nú líka, þá eru þeir að taka út og skilgreina þessar greinar, eins og rauðadoppan eru dýr og síðan það human health, það eru ljósin og áherslur í skipulagsmálum og fleira. Og þessi litli rammi sem þarna með stigvaxandi stöflum, að þetta sýnir bara aukningu á rannsóknum á heimsvísu sem gerðar eru ljósmengun. Og hér eru einnig önnur svona yfirlit, Sotero, og þetta Alan, af því Artificial Light at Night, þannig að þetta eru eingöngu rannsóknir sem eru gerðar næturhiminninn. En áhrif ljóssins á heimsvísu, hér samanburður á 10 ára tímabili, 2011 til 2021. Það því naked eye limiting magnitude sem að þýðir að þú hefur ákveðin stjörnumerki sem þú fylgist alltaf með. Og það fer eftir því hvar þú staddur á landinu. Þú sér alltaf sama stjörnumerki en þú sér ákveðnar fjölda stjarna í kringu stjörnumerki. Þannig að það fer eftir því ef þú ert mikil ljósmengun, þá sér þið færri stjörnur. Og við sjáum þarna svona kort yfir Bandaríkin, bara ljósmengunina sem þar, sem bara mjög mikil. Í Evrópu þá gerði rannsókn, það Elon Report frá 2022. Hún vakti mjög mikla athygli mína. Ég sökti mér svolítið ofan, en fannst hún bara virkilega áhugaverð. En þarna sýnir hún hvernig Evrópa hefur verið að þróast fyrst bara árið 2014-15 og síðan árið 2020 til 2021. Og sýnir hvort það hafi verið aukning eða ljósmengun hafi aukist eða ljósmengun hafi minnkað. Og Ísland grænt sem þýðir það hefur minnkað þarna 49%. Og þessi skýrsla skrifur af aðilum Sviss, eða frá Sviss, það eitt frá Evrópsku umhverfisstofnuninni. Og í skýrslunni kemur fram þessi samræmda sögulega gagnasafn. Ég ekki mjög mikið inn í svona þessum kvörðum, en mér fannst þetta bara mjög áhugavert. Ísland hérna neðst. Frá 1992 til 2020 þá svona búin að vera hægt vaxandi aukning á áhrif ljósmengunar á fólk. En neðri kvarðin eða neðra línurnar, það semst fara yfir útvíkur söguleg gögn sem í tímaraði gögn. Þannig að það semst greinilega Ísland að gera eitthvað rétt því að þarna dragst það, því að það neðsta línan alltaf.
þessi græna lína sem neðst. Síðan í þessari skýrslu þá kemur þarna fram mjög sterkar vísbendingar áhrif ljósmengunar á hryggdýr eða hryggleysinga því að 30% af hryggdýrum eru næturdýr og af 60% hryggleysinga eru næturdýr. Þannig að getur eitt ímyndað einhvern áhrif á þessa hópa og þetta hefur mikil áhrif á umhverfi þeirra. Einnig kemur fram, og þetta Ísland sett þarna í rauðan ramma, að þetta svona ákveðin svæðisbundin skipting og þetta sem sagt miðað við vaxandi mannfjölda á jörðinni og tengdri uppbyggingu innviða, þá svona þessi rauði kvarði, hann segir að að þetta sé sem sagt Ísland sé í góðum málum miðað við þessi birtuskilyrðis og þessi mælingar sem eru gerðar, þá eru þeir frekar neðarlega með svona birtuskilyrði, þannig að þetta og þessi taflan sem þarna til hægri, að hún sýnir að þrátt fyrir það að Ísland sé í góðum málum, þá eru þau samt ekki að setja fram lagalega ákvæði og sem að þeir eru ekki með neitt nema bara í orður, sem þýðir að það eru að gera eitthvað en það kemur ekki fram í hvers konar lagalega þætti. Þannig að með því að innleiða þessa ljósvist inn í byggingarreglugerðina, þá myndi Ísland taka við í fremsta í legislation. Þessi kvarðar sýna ákveðna svona birtustig sem yfir 0,5 og 0,2 og Ísland neðst í bæði skipti. Þannig að við erum svona í nokkuð góðum málum samkvæmt þessu, miðað við aðra og höfðatölu og fleira sem hefur áhrif. Þannig að þessi sem að gáfu þessa skýrslu, við vorum í svona hagstæðu hlutfalli, en það sem að kemur fram í þessum kvörðum eða þessum riti sýnir að við erum ekki að gera nein viðbrögð. Þið sjáu Malta efst og þeir eru bæði með rosalega mikla lýsingu, manngerða lýsingu, en þeir eru líka rosalega mikið með einhverja aðgerða áætlun, eins og kemur fram að Malta á hægri kvarðanum neðst. Þau eru að haka við þessa flestalla þætti, en þau eru samt þarna með mestu birtuna með við höfðatöluna. Þetta mjög áhugavert og þarna hefur mannfjöldi líka áhrif á niðurstöðuna. Það var gaman að sjá þetta. Þessi skali sem notaður til að mæla gæði myrkugæða, að 1 stig bestu stigin, en 9 stig svona verstu birtustigin sem þéttbýli. Landsfjónahálendi eru þau svæði sem eru með bestu myrkurgæðin, eins og gefur að skilja. Og þessi kvarði notaður hjá líka þessum samtökum, þessu alþjóðlegu samtökum myrkurgæði. En hér svolítið áhugaverðir kort. Vegna þess að þegar ég gerir rannsóknina 2018, þá tók ég þetta kort þarna sem 2018. Svo tók ég nýtt kort núna 24. Og það sem að mér fannst áhugavert við þessu kort, það kannski orðin betri kortin, betri mælingar, gerðinættarnir eins og að þetta orðin samt meiri lýsing, þannig að við þurfum eiginlega að pína staldra við hvað við erum að nota lýsingu mikið. Og það sem að mér fannst svona styðja þetta að það verið að gera eitthvað að til dæmis þið sjáu Kárahnjúkana, þeir voru mun bjartari 2018 þegar ég tók kortið vegna rannsóknarinnar. En 24 þá var eiginlega mjög lítil doppa þessum Kárahnjúkarnir sem hugsanlega hefur orðið til þess að það getur skýrt sig að þeir hafa gert eitthvað í ljósmálum sínum.
En þið sjáu bara fyrir þann sem er á höfuðborgarsvæðinu, leiðsögumann sem að leita að svæðum fyrir sína viðskiptavini, að finna svæði fyrir annarkoð stjörnuskoðunar aðila eða norðurljósa aðila. Það er mjög erfitt að finna ómengaðan stað sem er ekki með ljósmengun. Þannig að það er eiginlega svona orðið spurning hvort að stjórnvöld velti fyrir sér hvort að þau þurfti að fara að skoða hvernig þau dreifa birtunni eða hvernig birtunni er dreift landið og Vestfirðirnir. Það hefur orðið gríðarlega mikil aukning í ljósmagninu frá þeim og Norðurlandinu. Þetta er orðið hugsanlega betri mælingar, hugsanlega betri myndir, en það skýrir ekki allt þó að þessi tækni sé, það er orðin ákveðin aukning. Þannig að þó við séum að koma vel út í evrópsku mælingunni, þá er þetta samt eitthvað sem við þurfum að skoða. En í skýrslu umhverfisráðuneytisins, þá var dagur jarðar, hann var haldinn árið 2007 og hann er sem dagur gegn loftslagsbreytingum. Ísland var með fyrst árið 2006 og 2011, en hvað er gert síðan? Hvað er þessi dagur jarðar? Af hverju gerðum við ekki? Ég man alveg þegar við vorum að slökkta með ljósin til þess að taka þátt í þessu. Við gerðum þetta líka út á landi. En þetta var semst alþjóðleg kvikmyndahátíð og vakti mikla athygli. Og Snævar Guðmundsson skrifaði líka þennan dag jarðar. En síðan spurning hvað við getum gert. Og hér eru sem sagt úr skýrslu líka umhverfis- og auðlindaráðsins. Það er sem sagt hvernig við getum til lýsingu og hvað við getum gert til þess að bæta umhverfið okkar. Við getum notað hreyfiskynjara þannig að það lifi ekki ljós allan daginn sem að er alveg til óþurftar og truflar í lífríki og hefur áhrif á okkur sem erum að ganga eða hjóla eða hlaupa framhjá. Við getum bara að nota þessa orkusparandi lýsingu sem ég tel bara vera nú þegar verið að gera út af bara orkan að hækka. Við viljum bara fara að nota minni af blóperum og erum farin að nota meira af leppperum. Það er hægt að setja reglugerðir ljósmengun til að vernda myrkurgæði og ferðaþjónustan er mjög stór hagsmunaaðili í því að norðurljós, eða í norðurljósaferðum og stjörnuskoðunarferðum, að þetta sé eitthvað verið að huga að. Við getum líka nota skermaða lampa sem beina ljósinu niður og draga úr lýsingarstyrk og lýsingartíma. Við getum nota myrkvunartjöld í gróðurhúsum og myndin þarna til hægri, hún sýnir ég bara að fljúga til Akureyrar og þarna að fljúga yfir gömlu sveitina mína og þar sést eitt gróðurhús á neðsta myndinni. Þetta er í Klaufi í Eyjafjarðarsveit. Mjög góða vörur en það er hægt að skerma svona gróðurhús og það er hægt að minnka áhrif svona gróðurhúsa á upplifun þeirra sem í norðurljósaferðum og stjörnuskoðun. Síðan er það verndun myrkursvæða, því opinbera getur komið í þetta með friðlýstu svæðin og tryggja það að það verði ekki verið að nota ljós sem eru með ómikla glýju eða hafa áhrif á umhverfi og lífríki og einnig þarf að fræða almenning hvað er að gerast í sambandi þessari ljósnýtingu. Það er einnig líka áskorun sem ríkisins að setja lögreglur þetta, þannig að hægt sé að bara með svona stefnu að setja þetta inn í umhverfis sjálfbærni eða loftslagsstefnurnar, stofnanir og ríki, það kemur tvisvar þarna, sveitarfélög og fyrirtæki og einstaklingar. Hvað geta þeir gert? Það er fræðsla og kynning. Og þarna sjáum við bara mjög skýra mynd af því hvað við getum gert vegna breytinga með því að nota skemmu ljós. Hér er svona boðorðtíu myrkurgæði sem að hún Rósa Dögg Þorsteinsdóttir flutti í Norræna húsinu 2012. Og ljós er gott, það skal stökkva eða deyfa þegar þessi þörf. Og upplýstu heiðraskaptu náttmyrkrið og ekki svo orku eða oflýsa.
ekki lýsa hús nákvæmlega hins, það er að stýra fyrstunni í kringum húsið. Og velja lampa með þess að skerma aftur og með lágu uppljósi, halda hátíðlega stund jarðar, það væri til að magnaði gerði það og venjast myrkrinu. Það er holt, það er fínt. En tengslanet, það er það sem að þarf að svona huga verulega að, ekki síður fyrir opinbera eða stofnanir og fyrirtæki. Og það þarf að hafa samstarf, ræða hvaða áhrif þetta hefur, hvað markmið getur sett okkur, opinber stefna í myrkurgæðum, setja lög og reglu og tryggja að allir séu upplýst hvað áhrif svo myrkurgæði hefur í umsóknum til dæmis. Hér á eftir er bara fullt af heimildum, en er einhverjum spurningar? Það var alveg í myrkrinu. Takk fyrir þetta. Komnar á netinu? Það eru engar spurningar á netinu. Það er því að spyrja. Hvað með eins og bara ef við horfum á Reykjavík með Háskóla Íslands, gamla byggingar, þar sem er verið að lýsa upp allan sólarhringinn. Ætti þá, og ég held meira að segja við líka erum að lýsa upp nema hvernig áspundi, en sjúkur jóður. Ætti við að vera bara með þetta með til klukkan 10 á kvöldin og slökkva síðan að þessu? Það er svolítið stjórnenda að taka ákvörðun það með lýsingar utan, en það er alveg lausnir. Það er hægt að vera með lýsingu, eins og þú nefndir þarna Háskóla Íslands. Það er hægt að hafa hlutlausa lýsingu þar sem arkitektum getur notið sín án flóðlýsingar. Bara með því að setja bara góða lýsingu á réttum stað, þá dregur það fram útlínur. Það er hægt að gera þær minna áberandi. Og þetta er hérna, ég held að það sé MR og svona stjórnarráðið. Þetta eru svona gamlar og virðilega byggingar, arkitektúrinn er gullfallegur. Það væri hægt að gera þetta, draga fram línurnar betur án þess að flóðlýsa. Það myndi álíka að vera hérna, ég myndi álíka já, við getum sett úr stefnu að lýsa opinberar byggingar á vistvænan máta. Nota það ljósvist. Já, ég heiti Anna. Ég tók eftir á kortinu sem þú varst með, þá voru bara tvö svæði mjög norðarlega sem voru með svona einhverja vottun fyrir myrkurgæði, var það ekki? Þarna í Tromsø eða þar umkring, norður Noregi. Ég meina þetta er hvort ég? Nei. Þessi kort, já. Hérna, er þetta ekki eitthvað sem er alveg upplagt að fá vottun fyrir á Íslandi og vinna því? Er það ekki eftir það nokkuð að vera mikið mál, svona að hafa það hálft árið? Ég tel Ísland vera bara einstaklega vel sett með að fá vottun og svona draumur svona margra sem að hafa áhuga á myrkurgæðum, því að við erum nokkur þó við séum dreifð, að það er að Ísland er alveg einstaklega vel sett af því að þeir hafa þessu myrkurgæði út af löngum vetrum og við þurfum að gera svo lítið til að jafnvel að geta fengið bara vottun fyrir allt Ísland frá þessum alþjóðlegu samtökum. Og við getum stuttað með svo rosalega mörgum góðum rökum sem ég er búin að vera að telja hérna upp á undan. Þannig að ég myndi segja að ég myndi vilja sjá þetta stjórnarsáttmála nýja nýtt. Þannig að ég myndi telja þetta, jú. Það er ekki mikið mál. Lóvísa. Takk fyrir gott erindi, Ingibjörg. Þetta er mjög áhugavert. Mér langar að spyrja, eru orðnir einhverjir svona opinberir stjörnuskoðunarstaðir eða norðurljósastaðir hér á Íslandi svona sem eru vinsælli heldur en aðrir? Manni finnst það vera dálítið svona út allt, en komnir einhverjir svona fastir staðir fyrir ferðamennina?
Já, ég held ég geti alveg sagt það. En ef þú spyrir leiðsögumann, þá það ekki til. Það voru Þeir vilja hafa sína leynistaði á þess að fá bara útfurnar í nágrunni því að þeir vilja tryggja upplifun ferðamannsins þannig að hann sé ekki að fá bara kraðak í kringu sig og allir að nota ljósið. Bara þegar ég var viðtöl við það sem voru í norðurljósaferðinum, þá ætlaði ég fyrst að vera með minn síma. En bara það að kveikja á símanum, þá ertu búin að skemma pínu áhrif hvernig augun ná að nema norðurljósin. Þannig að þá þurftur að byrja aftur upp á þessum 20 til 45 mínútum til að augað myndi venjast. En norðurljósastaðin eiga allir leiðsögumenn sem eru í norðurljósaferðum upp á staðina. Og þetta eru hjá Veðurstofu Íslands orðin virkilega góð svona spákort bæði fyrir norðurljós skýjahuluna og fleira sem að þeir bara lesa úr. Þeir eru búin að finna svona ákveðna staði sem að þeir fara alltaf á. Þannig að þeir eru að tryggja að þeir sem að keyptu ferð til Íslands geti haft möguleika á því ef norðurljósin birtast að vera þá á réttum stað á réttum tíma. Má ég benda á eitt í sambandi við ljósin og þurfþarfum ferðamenn. Rúturnar taka 60 manns og það ekkert allir staðir sem grípa 60 manns, kollegamyrkur, það skurðir, það einhverja hættu fyrir fólkið. Þannig að þetta ekki svo auðvelt með ferðamenn að fara kannski með 3-4 rútur á sama stað, hugsa stoppa, það svo margir þættir sem það var hugsa og í flestum tilfellum komast við alls ekki í myrkur. Nei. Og því miður ef ferðamenn að fara sjálfir austur fyrir fjall, þá náttúrulega segir já, við sjáum alveg rosalega flott norðurljós. Og það var það bara mengu frá gróðurhúsum. Þannig að þetta ekki í góðu ástandi. Þess vegna þurfa ferðaþjónustuaðilar að skipuleggja það mjög vel. Þeir þurfa og leiðsögumenn sem eru orðnir reyndir í þessu norðurljósaferðum, þeir vita ákveðin svona svæði. Já, ég búin að vera í þessu 15 ár. Já. Og það er líka upp á tímann sem við höfum. Já, hann mjög afmarkað. Og hvað getur stoppar útur, það er líka klósett. Allir þessi þættir þurfa að fylla inn. Svo þetta hafa með kakó og þess að ylja þeim. Þetta er ekki auðvelt. Nei, maður sá hvað leiðsögumenn stóðu frammi fyrir þegar þeir voru í þessum norðurljósaferðum. Þeir voru 3 ferðir og það var eiginlega bara mjög athyglisvert hvað þeir voru úrræðagóðir. Það var eiginlega, og þeir voru að nota þjóðsögur og ýmislegt fleira til þess að linka upp á til þess að upplifunin við góð. En það er svona eins og maður segir. Þetta ekki auðvelt. Nei, þetta er mjög erfið business. Þess vegna væri svo gott fyrir þá að geta gengið að einhverjum miskunnastað í kringum höfuðborgarsvæðið sem að væri verndarsvæði fyrir norðurljósaspórum. Og þá væri það jafnvel salerni og eitthvað fleira með litlu ljósingaheifiskynjunum eða eldljósi. Þannig að ég sagði að þetta sé eitthvað sem að ferðaþjónustan myndi grípa feginsendi. Ef að það er eitthvað. Já. Það fleiri spurningar. Það er enginn á netinu, ég er með spurningu. Ég verð að taka undir með tengdamóðinni með myrkrið og sveitina. Verandi sjálf úr sveit, það var rosa gott að hafa ljósi til að labba á milli fjóss og bæja. En maður fattaði þetta ekki, sko, eins og í desember þegar fengitími var, það mátti ekki vera með ljósin eða neitt svoleiðis lætin í kringum fjárhúsina, því það var alveg heilagur tími og maður fann að skilja eftir þennan fyrirlestur hvað var átt við með því. Það leyfa dýrunum alltaf að vera bara í friði til að gera sín verk. Einmitt, þetta er alveg hárrétt, þetta hefur áhrif á fengitíma og það er ekki bara kindar heldur, það er líka bara á heilmörg önnur dýr. Ég myndi styðja það að hafa svona ljóslið samt það er bara slökkt öllu einu svona ári. En ef það er ekki fleiri spurningar, eða þú meina? Já, sem ég langa að spyrja þig.
Hvernig taka stjórnvöld þessi þegar tala ljósmengun, hvort það heitir útiljósin, gönguljósin eða hvernig það er? Tekst þér eða þeim sem eru með þetta að hafa áhrif á þetta eða tekur þetta alveg gríðarlega langan tíma? Því að þetta er dýrt. Ljósin er ekkert ódýr. Sko, það sem hefur hjálpað íslensku samfélagi og á heimsvísu, það er þessi innleiðing LED-ljósa. Já. Þau eru köld, þau eru ekki heit eins og glóperurnar, þannig að dýrin sækjast síður í þessi ljós út af hitanum, en hins vegar sko skiptir máli hvort að það er köldbirta eða hlýbirta. Og í sambandi við það að innleiða svona lög og reglur, að þessi breyting á byggingarreglugerð, hún gefur stuðlaða ákveðinu og þá bara sko eitt svona lítil atriði, það getur bara breytt heilmiklu. Og þetta hjálpar bara fólki sem er að vinna í kringum þetta þennan geira, bara til að koma þessu á framfæri og styðja það bara með lögum og reglum. Þetta er samvinna, þetta er bara fá fólk til að átta sig á því að það eru meiri hagsmunir en minni að taka þátt í svona verndun myrkurgerða. En mig langar að spyrja þig líka, hvernig hefur gengið að tala við yfirvöld? Þar sem ég býð, það er íþróttavöllur og það er bara skelfilegt og ég talaði við þá, hvort það mætti ekki slökkva ljósum, þá var svarið, það er svo dýrt að ræsa þetta upp aftur. Þetta er tæknilegt mál sem að ég tel að vera auðvelt að leysa með bara réttum búnaði og þá snýst þetta líka það að fólk hafi þessar upplýsingar og fræðslu, þannig að þau gerir sig grein fyrir þegar að vera að velja í innkaupum, kaupa svona ljósum, hvaða áhrif þetta hefur og hvernig þú getur notað skjermana til að lýsa og jafnvel farið í, hvað segir maður, bara þægilegri búnað sem er ekki að taka svona rosalega klár. Hvernig er þá viðmáttu hjá, hvort það heitir bæjarfélaginu, íþróttafélaginu, hvernig er það viðmáttu að þú ferði að tala við það? Ég myndi álíta að þau myndu jafnvel velta fyrir sér að þetta kæmi inn í umhverfisstefnuna þeirra. Já. Og þá myndi þetta vera... Þetta er líka spurning um peninga. En þetta tekur langan tíma. Já. Góðir hlutir gerast hægt. Þannig að þetta er eiginlega, ég getur sagt, bara með því að halda þessa fyrirlistur hérna, þá er ég svona feil kannski á einhvernum ferum. En málið er að ég held að allir gera sig grein fyrir því sem hafa kynnt sér málið að þetta skiptir til miklu máli. Kannski, ein spurning? Nei, ekki spurning. Kannski eftir Landsvirkjun bara hækka kílóstundin upp í 100 krónur á kílóstundin, að þá fyrir við að spara það í ljósumóti. Það gæti verið. Þetta síðustu athugasemdina í dag. Ég þakka kærlega fyrir Ingibjörg, fyrir fyrirlesturinn og varpa boltanum aftur til þín, Heiðrún. Takk. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Nú er Hrafnaþingið að fara í jólafrí. Við þökkum fyrir samfylgdina, þar sem af er hausti og sjáumst í janúar. Þann 15. þegar hann Sölvi Rúnar Vignisson ætlar að heimsækja okkur, en hann er starfsmaður hjá Þekkingarsetri Suðurnesja og hann ætlar að tala farkerfi íslenskra tjalda. En þangað til næst. Bless, bless. Já, bless.